Björgunarsveit kanadíska flughersins var við æfingar á Íslandi í vikutíma á björgunarþyrlu sem öllu jafna staðsett á Nýfundnalandi og sinnir leit og björgun á Atlantshafi. Síðasta verkefni þyrlunnar á Íslandi var björgunaræfing sem fór fram í Móhálsadal sem á milli Núpshlíðarháls og Sveifluháls í Reykjanesfjallgarðinum. Sjónvarpsmönnum Víkurhetta var boðið að taka þátt í æfingunni. Komið með okkur í óbyggðir Reykjanesskagans. Einu sinni á ári fara leitar- og björgunarsveitir kanadíska flughersins í æfingaferð út fyrir hefðbundin starfssvæði sín til að takast á við nýjar áskoranir. 9 félagar í 103. leitar- og björgunarsveitinni ákváðu að í ár yrði farið til Íslands. Hér á landi var það Landhelgisgæslan sem var gestgjafi sveitarinnar sem tók þátt í æfingum á sjó og landi. En farið var víða land og æft bæði með Landhelgisgæslunni og einnig félögum í Slysavarnafélaginu Landsbjörgu. Síðasta sólarhring Íslandsheimsóknarinnar var varið á Reykjanesskaganum. Leitar- og björgunarsveitin hefur verið að ráða gríðarlega öflugri björgunarþyrlu af gerðinni Augusta Westland CH-149 Cormorant. Þyrlan að öllu jafna staðsett í Gander á Nýfundnalandi og sinnir leit og björgun á Atlantshafi á svæði sem heyrir undir björgunarmiðstöðinni Halifax en það svæði liggur að björgunarsvæði Íslands. Sjónvarp Víkurhetta fékk boð að taka þátt í björgunaræfingu á Reykjanesskaganum. Flogið var frá Keflavíkurflugvelli og í óbyggðirnar í Móhálsadal milli Núpshlíðarháls og Sveifluháls. Þar var lent og nokkri farþegar þyrluna setti frá borði áður en æfð var björgun úr óbyggðum. Sendiherra Kanada á Íslandi þáði boð flug með löndum sínum Reykjanesskagann og var ánægður með verkefnið sem leitar- og björgunarsveitin frá Nýfundnalandi var að taka þátt í. Well, this has been a great week. The 103rd Squadron from Gander, Newfoundland, search and rescue helicopter, the Cormorant that you see behind me, has been here hosted by the Icelandic Coast Guard and working closely with the Coast Guard and with ISAR teams in Iceland for joint training exercises in the Arctic. And that's what it's really about, is countries coming together to learn how each other approach the kind of challenges that we have in a northern environment so that we can learn to work together and to face that environment together. Förum aftur borði í björgunarþyrluna. Þrátt fyrir að snjór sé yfir öllu, þá sjáum við hitann krauma undir náttúrunni á Krýsuvíkursvæðinu. Þarna sjáum við gamla Krýsuvíkurskólann og þar skammt frá enn og aftur slegið upp æfingu og nú kletturinn rétt við hlið þyrlunnar. Þó svo áhöfn björgunarþyrluna sé í þessari ferð, aðeins eina ferð í æfingum, þá var tilgangur heimsóknarinnar að efla samskipti þyrlusveita landanna og efla getu til að sinna leit og björgun á mótum björgunarsvæðanna. Þá var heimsóknin liður í að bæta getu Íslands í að taka á móti erlendu björgunarliði ef á þyrfti að halda vegna umfangsmikilla björgunaraðgerða. Lorú, yfirliðsforingi hjá kanadísku leitar- og björgunarsveitinni, var á sömu nótum og sendiherrann kanadíski. Íslands heimsóknin hafði verið mjög ánægjuleg. This week has been a fantastic week for us from the 103 Squadron. We came here to work with our friend, the Icelandic Coast Guard, and also the ISAR, different organization, and it's been terrific for us. And we've been able to do a marine scenario, land scenario, so it's been fantastic to exchange the knowledge we have about procedure and to another community, and in exchange we actually learn a lot also from the Icelandic Coast Guard. Landhelgisgæslan sagði heimsókn þyrlusveitarinnar til Landhelgisgæslunnar undirstrika það góða samstarf sem Landhelgisgæslan á við þyrlubjörgunarsveit kanadíska flughersins. Samhæfð viðbrögð
og upplýsingaskipti væru forsenda þess að vel takist til við stórar björgunaraðgerðir og því eru sameiginlegar æfingar sem þessar afar nauðsynlegar. En gefum Stuart Wheeler sendiherra Kanada lokaorðin og það á íslensku. Fyrir okkur hjá sendiráðinu má ég bara þakka kærlega Landhelgisgæslan Íslands. Þetta verkefni afar mikilvægt fyrir samband Kanada og Íslands. Það hefur gefið kjörið tækifæri til að styrkja samband landana á Norðurslóðum.